Góðan daginn og velkomin í þátt númer 130 hérna á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég handafinn og óð. Í dag þriðjudagurinn 8. mars 2022 og ég svona viku eftir áætlun en það bara búið að vera COVID og svona á heimilunum. Þannig að ég voni fyrirgefið með það. Þetta taka 2, ég var búin að taka upp þátt í morgun og var þá aðeins betur til höfð en svo ég búin að þurfa að fara út að stúrsa og veðrið ekki að vinna með mér og ég bara á eftir að fara aftur út og já, ég bara what you see is what you get. En ég vil bara bjóða alla nýja og gamla hjartanlega velkomna. Mér að finna sem Helga A71 á Instagram og Ravelli. Þó að sé nú kannski ekkert merkilt að vera hjá mér á Ravelli af því að ég að setja allt inn í þessa bók og svo kannski mögulega ef ég detti eitthvað svona prjóna deburð þá get ég nú sansaðans til inn á Ravelli hjá mér. Mér langar til þess. Mér langar að halda utan þar líka. En í dag afsakið, já, fyrir utan það að finna mig þar þá ég líka með svona kaffireikning, Ko-fi og þau finnir linkin að honum hérna fyrir neðan þetta vídeo ef ykkur langar að splæsa með kaffibolla. Annars það engin skylda. Nú, það bara þetta hefðbundna í dag, klár, verkvinnslu, hvar döfinni og hvað þetta pókan sem var svo sem ekkert og svo bara þetta almenna blaður. Nú ég kláraði eitt risaverkefni sem ég get ekki sýnt ykkur, sem ég fekk óvænt upp í hendurnar korter í COVID og bjargaði gjörsamlega geðheilsunni af því að heilaþokan var alveg og alveg geggjuð með þessu. Hún var ekkert sérstaklega góð fyrir en hún hefur ekki skánað og það var æðislegt að fá svona stórt og juicy verkefni sem að krafðist ekki mikils og já. Eins og ég kannski lesi í þetta þá fékk ég COVID og það var reyndar sem betur fyrir bara 1 dagur sem að ég gat ekki prjónað. Það var á einangrunni degi númer 4 og þá var maðurinn minn líka ekki út af því að ég gat ekki prjónað en hann var að spáði að fara að hringja á lækni af því hún leist ekki á þetta. En ég stoppaði hann af að því ég vissi ég bara hlyti að vera hápunkturinn og það var fylgst með mér frá COVID-deildinni þannig að það bara, já, allt góð. Þannig ég get ekki sýnt ykkur það strax en þegar sú uppskrift kemur út að þá flassa ég því náttúrulega. Ég er með eitt lítið klár, það kragi sem heitir svo mikið sem septemberkragi eftir Kristínu Norðqvist Ragnarsdóttur. Hún á Instagram sem kristinragnars.net. Og það eru linkar inn á síðun hennar og þetta bara svona kragi eins og áður segir með voða fallega svona munstri á sér og svona búblum en ég sleppt þeim hérna aftan á. Ég láti hrafntinum fá þetta og bara svona svo þessi þægilega að vita hvað framan á aftan á og líka ég geðveik að vera með einhverju búblur að pirra mig í bakinu þannig ég sleppt því bara. Þetta gert úr, afsakið, það góð kýtlega það hérna, gert úr svo mikið sem, mætti ætla að ég væri skipulegur að því ég að taka þetta upp aftur en já, ég notaði Odin Wools frá Knit Crate, Halo DK, liturinn heitir Malachite, þetta 50% alpaka, 30% merinoil og 20% nælon. 215 metrar í 100 grömmunum og það sem sagt annar þráðurinn og hann ekki alveg svona skær eins og hann virðist vera á skjánum. Svo notaði ég Sandnes Silk Mohair með litur 7521 og úr því var þetta og ég klára akkurt eina svona í þennan kraga. Þannig að mögulega ger ég bara húfu úr tvöföldu bandinu og sleppi þessu bara svona til þess að nýta þetta og gera þetta að setti fyrir hana. Já, þannig að
þetta voru sérst klárin, annað sem ég get ekki talað og en síðast ég talaði við ykkur þá var ég uppsiglingu svolítið uppfittunaræði og það stóðst eins og stafur í bók. Það var meðal annars 2 peysur úr bókinni Worsted eftir Amy frá LaBianMay. Þar sem eru nokkrir alveg stórkostlegir hönnur innan borðs og ég byrjuð á fyrstu peysunni sem Perineal eftir Nora Goch eða hvernig sem það sagt og hún svona falleg. Ég ætla að fara eftir uppskriftin í einu og öllu nema ég ætla að vera bara með strófið heilt hérna framan á. Ég fylgdi ekki svona fyrir mig. Og ég svo heppin að eiga Worsted frá LaBianMay og ég búið með bakhliðina. Ég að gera stærð númer 3, ég vil ekki hafa hana eitthvað rosa lausa. Þannig að og hún öll prjónuð í stykkjum. Þannig að maður leggur hana svo til og blokkar hana áður en maður saumar hana svo saman. Ég ætla allavega að gera það. Og þetta er bakliðin og svo ég byrjuð á ermunum og ég ætla að gera báðar í einu. Ég byrjuð bara á strófinu og ég með þetta leikja saman svo ég muni eftir að fara alla leið yfir. Ég gjörn á að gleyma að prjóna hérna ermina ef ég geri það ekki. Ég geri þetta oft svona. Og svo ég bara með merki á milli til þess að passa að ég muni eftir að skipta band af því ég með þetta á 2 niklum af Worsted. Corrie Worsted og frekari upplýsingar en það. Herðu já, sorry, með kragan 5 mm prjónar. 3,5 og 4 í þessari peysu. Liturinn heitir Dawn og í Corrie Worsted 75% Falkland Corriedale og 25% Gotland ull og það eru cirka 230 metrar í 100 grammunum. Og þetta gaf. Það bara æðislegt. Það komið í topp 5 með Westwool og Spin Cycle og svona gourmet gönnum. Já. Þannig að þetta það sem ég búin að vera að vinna í vikunni. Eða síðustu 3 vikum. Ég var smá eftir fílnum. Bara þetta ljósa allt sami liturinn. Þá hann ready. Þetta elska ég að dunda mér í þegar ég þarf smá breyk frá prjónurínu og vantar bara svona að geta hlusta á sögu í róliheitum. Það fer ég bara hingað inn og dúllast í því. Síðan ég held að það sé búin að vera einhver stækkur sem ég sýndi ykkur að síðast á teppinu. Það langt komið, skal ég segja ykkur, en umferðirnar eru orðnar déskoti langar. Þannig að þetta hefst samt. Passa rosa flottu peysuna mína. Enda þetta á megninu til sama garð, Westwool, bæði Bicycle og Tandem og Mohair. Svo ég búin að fitja upp á peysu númer 2 úr bókinni. Takk fyrir að sýna ykkur Yesteryear eftir Maxim Sir kanadískur. Þessi Ég reyndar ekki að gera hana úr Worsted en ég að gera hana úr Walk Merino DK úr litnum Chestnut sem þessi og held að þessi heiti Little Miss Sunshine og það búið að fitja upp á kraganum.
Haldið að mín verði ekki hugguleg hérna í vor. Og svona. Síðan ég byrjuð jólagleðipeysunni, jólapeysu sem kom út uppskriftinni fyrir síðustu jól. En ég var upptekin í öðru, þannig að þetta verður bara klárt fyrir næstu. Það er líka komin smá stroff á bólinn. Þetta er allt úr Sisu. Og hún er bara, ég keypti hana inn á Ravelry. Ekki mynda hana hérna. Hún er eftir íslenskan snilling sem heitir Íris Hlín Vöggsdóttir. Ef þið heyrið eitthvað bank, það var það í næsta húsi, það verið að smíða. Það er þessi. Öðru er ég ekkert sérstaklega búin að vera að vinna eitthvað í. Jú, ég talaði um það síðast, ég þurfti að laga hérna þessa. Þetta er Riptide frá Popnit og ég er búin að laga það og lögði aðeins að stað. Og ég er bara með hérna Drop Silk, Kid Silk Mohair og Drops Flóru sem ég átti hérna inn í skáp. Heppin að vera með svona eigin verslun hérna. Svo. Þetta er peysan, svona stutterma, fín. Ég er eitthvað, já. Ég er rosa snögg að fara í gegnum þetta allt núna en það er náttúrulega því ég var búin að gera þetta í morgun. Jú, ég laug því að ég hefði ekki dottið í pokan. Ég kem að því á eftir. Og svo er ég að vinna líka, ég er búin að hekla eina dúllu í viðbót í Ariana frá Berocco peysuna. Og svo er ég að bíða bara spennt eftir að fá aðalgatni í Fantastitch peysuna mína. Og sem ég ætla að gera úr hérna Westwool aukalitirnir í hana. Ég hugsa ég nota ekki alla en ég vil hafa smá val og svo verður ljóst í grunninn. Polisenden frá tailorstudio.com Scarf and Wrap. Ég ætla bara að nota mohair og alls konar fallegar mínihespur í þetta. Og já, svo er Linda Hippi Barbanett vinkona að fara að gefa út fyrstu uppskriftina sína á 10. mars, já, í kringum það sem ég er mjög spennt fyrir og hún heitir Mynstur og svona hálskragi og stefnan er að nota þessa Spincycle og Westwool. Það er ekki alveg miklaði steinin en það eru mikla líkur að því. Ég ætla að bíða eftir því að vera að geta ekki hérna því ég er búin að kaupa hana og hlaðinni niður og búin að spá almennilega í þetta. Þá hérna, ég er svo sjá útgangin á mér. Þá geng ég í þetta og ákveð mig endanlega. Svo er ýmislegt sem mann langar að gera, er það ekki alltaf þannig. Þær eru með samprjón hjá Bækur og bönd á YouTube sem heitir Scrappy Stribber og ég náttúrulega fór og náði mér þá uppskrift, keypti hana. Hún er bara geggjuð í svona áganga. Ég keypti mér 2 uppskriftir ammateppi frá henni Þóru. Ekki Þóru? Er ég að rugla? Ég gerði allavega Þóru Heklbók. Það sjá. Tinna. Jesus Christ. Þetta hérna. Svo er hérna takka. Opin peysa.
eftir Sari Nordlund. Já, mér langar að gera þessa. Hún prjóna á 6 mm prjóna, gróft gafn. Og ég var ekki búin að setja meira í bili inn á nýtt kompanjónin minn af þessu nýja sem ég er búin að fá mér. En nú ætla ég að setja pásu þegar að fara að vera með lætið úti. Þeir virðast hafa hætt við. En það sem datt í pokan var bara hérna 3 airdrops númer 3 og bröst alpaka silk númer 1 bæði frá drops til þess að gera fleiri svona kraga eins og þennan sem ég sýndi ykkur áðan. Þeir eru komnir aftur, ég ætla bara að sjá hvort það verður ekki alltaf lægi. En þannig að já, það er ágætt að heyrið þetta. Já, þetta verður ekki lengi. Já, ég er svo að fara 18. mars í hnéuspeglun af því það er allt í veseninni hnén á mér. Ég gerði endalega út það á Þorláksmessu og það eftir að hafa farið í sneiðmynda setja í hjartavernd þá kemur það bara daginn að þetta var bara svona punkturinn yfir það er rifið og tætt og illa farið allt inn í hnén á mér. Það hafði verið tekin smálið þó við 2013, núna ætlaði bara að taka hann alveg. Það er að tappa miklum vökva og eitt og annað, snirta svona og finnsera svo ég var í góðu sumar. Þannig að það er núna 18. mars og með að við það að ég sé að taka upp núna þá ætti þá að koma, það eru föstudegi, þá ætti að koma þáttur á mánudaginn með þriðjudaginn þar á eftir en það er bara eftir ástandi. En á meðan ég það verður ágætt að hafa allt þetta fyrir stafni á meðan ég er í batan. Það er bara betra fyrir alla að ég hafi nóg að dúllast við á meðan að þessum fyrstu dögum meðan þeir eru að ganga yfir og svo vonandi nægi nú að vera með Lilluna í kannski vikuna fyrir svo páskafríi sem að skellur á þannig í byrjun apríl hjá mömmunni, en við sjáum bara til. En við hjónin fengum COVID, Helgi kemur heim með smitt sennilega og hann fyrir test á sunnudegi, var neikvætt og þetta er svona rjáttlast inn og út af honum. Á miðvikudeginum 14. þá er ég bara orðin mjög slöpp og verð bara slappari. Ég náttúrulega er ekki með mótefni úr sprautunum því miður og á 15. þá er mér ráðlagt að því ég var alltaf að fá neikvætt úr nef-testi þá er mér ráðlagt að taka munnvatnstest og ég gerði það og það var alltaf lent á plötunni þegar það kom bara upp skínandi jákvætt. Svo við og Helgi er svona í þessu inn og út, svona hálfslappur, ekki slappur, gat unni, þú veist. Og náttúrulega heppinn hann gat þá unni heima, þannig að hann gat hvílt sín á milli og það var þannig dagur. Svo við ákveðum á föstudeginum að fara bæði í PCR, af því það var þá enn í boði. Helgi fer bara í risa innkaup á föstudagsmorgninum af því okkur grunaði hvað stemdi. Þó ég hafi verið í afneitun alveg þangað til á aðfanganótt mánudags þegar við fengum loksins niðurstöðurnar. Ég var alltaf, þetta bara einhver hálsbólga og kvef og eitthvað svona bara, en samt var þetta eitthvað skrítið. Það var öðruvísi, skulum bara segja það. Og svo fái ég jákvætt og þannig að við erum í einangrun fram að aðfanganótt 5. Ég er svo sett í 4 dagi viðbót, bara svona, já. En sem sagt fær endar undan þá til þess að fara að hitta bæklunarlækninn á 5. deginum af því hann var sjálfur að stíga upp á COVID þannig að hann var ekkert stressaður yfir því og þannig að við gátum gengið frá þessum aðgerðardegi og sles og síðan bara hélt ég áfram að taka í rólega.
Ég bara furðu góð, það svona eina sem viðvarandi, það það að mér líður eins og nefa á mér svo stútfyllt af sígarettösku, ég finn bara sígarettureik, stanslaust. Ég fæ sem betur fyrir ekki innan höfuðverk sem fólk talar að fylgi því, 7-9-13. Ég ennþá svolítið kvefuð, þannig að bara svona hérna efst í. Og það eru sumar lyktir sem ná að smeyja sig fram hjá tóbakslyktin. Ekkert endilega góða lyktir, en þú veist, það er þá eitthvað tilbreyting. Bragðskynið svona upp og ofan. En þú veist, það er allavega ekki viðvarandi eins og með sígarettureikinn. Smá gelt eftir en annað er bara nokkuð gott og við fórum á æfingu í gærmorgun og vorum bara að hissa hvað það gekk vel og þannig að við ætlum að fara aftur á morgun og bara svona að því að það væri gott fyrir mig að vera búin að hreinsa svolítið kerfið áður en ég fer í svæfingu, sérstaklega að ná lungunum aftur góðum. Ég fekk ekki beinlegnis beinverki en ógeðislega vöðvaverki og svona aukna spasma sem að fylgja bara mínu sjúkdóminn var svona ekstra mikið. Svo fer ég í mótefnamælingu bara hann það leyti sín fyrir aðgerðina og ég brjálast ef ég fæ ekki eitthvað út úr þessu. Ég skal fá eitthvað mótefni út úr þessu. Af því þetta er náttúrulega ekkert búið. Og þetta er ekkert bara smá kvef. Ekki fyrir fólk sem að færi þetta. Ég meina Helgi var, þó að hann sé vel bólusettur og svona, þá var hann lasinn. Og hérna, þetta er ekkert eitthvað bara kvef. Þó að einhverju sem betur fyrir svo lánsamir að upplifa þetta bara þannig. Þá er fólk sem að jafnvel veikist ekkert mikið og það er bara að glíma hræðilegar afleiðingar af þessu. Og þetta er ekkert djók, sko. Já, þannig að þetta svona tók alla athygli manns síðustu vikurnar og náttúrulega öll barnabörnin nema eitt er búið að liggja í þessu. Þannig að en mögulega hefur hann bara smitast og það er bara ekkert orðið úr því hjá honum eins og hjá hinum görnum sem að miðjustráknum hjá næst elstu. Þetta fór alveg fram hjá honum. En við sérst öll erum búin að fá þetta nema svo Hafdís okkar sem býr í bænum og konan hennar, þær sem betur fyrir ennþá sloppnar. Það er hræðilegt ástandið þannig út í heimi, ótrúlega nálægt okkur samt og hefur á örugglega eftir að hafa áhrif á okkur sem almenna borgara ef það ekki farið að hafa áhrif nú þegar. En lífið heldur áfram, einhvern veginn. Og ég nú er að bara fara að bruna út á flugvöll með systur mína sem er á leiðinni í frí til Ameríku. Og hún á það alveg skilið, hún lá með mér hérna í COVID-inu, reynda bara í næstu götu heimi á sér. Og hún hefur bara gott að komast í sólina og hlýjuna og hérna hefur það gott þar. En þannig að ég vona að ég verði bara í standi til þess að kíkja hérna inn eftir 2 vikur og hafi þá eitthvað skemmtilegt að sýna ykkur. En allavega þangað til þá bara þakka ég fyrir í dag og óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikna og við sjáumst síðar. Takk fyrir og bless bless.